Hér í Amtsbókasafninu á Akureyri stendur yfir skemmtileg sýning á munum í eigu myndlistakonunnar Jónborgu Sigurðardóttur eða Jónnu eins og nú alltaf kölluð. Hvað ertu að sýna hérna, Jóna? Bara ýmislegt safn úr eldhúsinu mínu. Þetta er allt sem ég geym í eldhúsinu mínu. Ég er hérna með svani og bauka, gamla bauka og svo ég er með bláar postulínstyttur og litaðar postulínstyttur. Þetta er bara það sem ég hef verið að safna í gegnum árin. Ég er með svona söfnunar áráttu. Já, hvernig er þetta eiginlega með þessa söfnunaráráttu? Þú ert ekki ein hana, það er margir sem þjást af henni. Ja, það getur svolítið erfitt, eins og til dæmis svanina. Ég þarf alveg bara að sitja á mér eða sé eitthvað fallegan svan þegar ég er búin að fylla eldhúsið af svönum. Það er í báðum gluggunum og aðeins á bekkjunum líka. Þannig að það bara komast ekki fleiri fyrir. En á hverju svanir, Jonna? Af hverju er þetta að safna svönum? Mér finnst bara svanir æðislegir. Mér finnst þeir bara tignarlegir og flottir fuglar. Og mér finnst svanir vera eitthvað svona tákn um tryggð og bara fegurð. Og formið bara eins og á þessum postulínssvönum mínu, að ég set 2 svani saman og þeir mætast á móti hvort öðru, þá mynda þeir hjarta. Bara, já, mér finnst bara svanir rosalega fallegir fuglar. Ég sé þú ert líka með dágótt safn af postulínstyttum og það þóttu nú svolítið flott í gamla daga að eiga flottar postulínstyttur upp í hillu, en það þykir kannski ekkert svo merkilegt í dag. Nei, fólki þykir það frekar hallærislegt ennþá, en ég er svona hallærisleg þannig að ég byrjaði að safna þessu og svo ég sagði einhvern tímann við börnin mín, Guð mig góður, þegar ég hrekk upp af, þá segja þau börnin, hvað eigum við að gera við drasla henni mömmu? Og það einn sonur minn, ég er alveg til að eiga eitthvað af þessum postulínstyttum. Jæja, það er gott að vita að það verður í góðum höndum. Já, þannig að ég alveg bara, já, ég er með þessa söfnunaráráttu og safna hluti sem ég finnst vera fallegir. En Jonna, hvað er annars framundan hjá þér á árinu? Þú hefur nú verið nokkuð afkastamikil í listinni. Já, ég er alltaf að gera eitthvað og hérna, núna er ég að undirbúa sýningu sem ég verð með í Mjólkurbúðinni í apríl og svo sýning á að heita Jónborg Eldborg. Árið 2012 var ég með sýningu sem heiti Jónborg Stórborg og þá málaði ég bara myndir á súlum. Nú mála ég bara eld og gos og eldgos og bara eitthvað kraft. Þannig að það er Jónborg Eldborg sem springur út í Mjólkurbúðinni í apríl. Hljóma vel. Það er 18. apríl. Hljóma mjög vel. En áður en ég kveði, þá verð ég að minnast á smá áskorun sem þú lagðir út á Facebook síðuna þína í byrjun árs sem ég fannst svo skemmtileg. En það sagðist að gera eitthvað óvænt og skemmtilegt fyrir 4 vini þína sem myndu kommentera á færsluna. Og þú baðst þá að í rauninni gera það sama fyrir einhvern annan. Já, mér finnst það bara skemmtilegt að gera eitthvað svona. Þetta er bara eitthvað sem ég dreifði áfram, sem ég fékk eða sá. Og hérna, mér finnst alltaf gaman að gefa og ef þú gefur bros, þá færðu bros í staðinn og bara, mér finnst bara, já, ég veit ekki, það er bara, mér finnst gaman að gefa og gaman að gefa af mér. Er kannski einhver af þessum svönum að fara til vinnaðina á árinu? Það er aldrei að vita. Ég hef fengið suma af þessum svönum í gjafir og mikið af þessu dóttur mínu. Vinir mínir hafa verið að gefa mér ef þau sjá eitthvað sem bara já, dóttur vinkonu minni, hún gaf mér til dæmis þennan og sagði já, Jonna á örugglega engan svona, þannig að hún keypti hann handa mér. Þannig að þetta er bara svo æðislegt fólk sem ég þekki. Þannig að það er bara að vera að gefa áfram kærleik. Og sýningin hérna á Amtsbókasafninu, hún stendur út mánuðinn. Já, þannig að þetta er bara að styttast hérna og gaman fyrir fólk að koma að skoða. Margir fullorðnir sem koma hérna að skoða baukana og rifja upp alls konar minningar halvtóbak og alls konar dótari sem var í þessum baukum. Takk fyrir að sýna okkur þetta skemmtilega safn þitt. Já, bara takk fyrir sömuleiðis.